Kæru brautskráningarnemar, aðstandendur og starfsfólk Verkmenntaskólans á Akureyri, velkomin á brautskráningaraathöfn okkar hér á aðventu 2022. Það fór nú ekki öðruvís en svo að þrátt fyrir að COVID hefði nú stjórnað ýmsu í útskriftum okkar undanfarið, að það yrði ekki einhver truflun, eins og allir vitum að þá hefur veðrið ekki verið neitt sérstakt undanfarið og ófærð. Þannig á síðustu stundu í morgun var ákveðið að streyma athöfninni fyrir þá sem komist ekki til þess að vera með okkur hérna í dag, en þannig að við erum hérna líka að segja góða daginn og gleðilega hátíð við þá sem að horfa í fjarskanum. En það er órjúfanlegur hluti af aðventunni hjá okkur í VFMA að undirbúa desemberútskrift. Á sama tíma erum við líka að ljúka haustönn en jafnframt að undirbúa næstu vorun. Það koma upp alls konar mál á þessum tíma sem þarf að finna lausnir á og skipulagið fer fram og tilbaka. Það koma upp mál sem varða líf og framtíð nemenda okkar. Námsframboðið á hverjum tíma hefur áhrif á samfélagið og skipulagið hefur líka áhrif á líf starfsfólks sem stundum veit ekkert hvaða áfanga það er að fara að kenna eftir 2 vikur. En alltaf er útskriftin á sínum stað í skipulaginu. Fyrir þessa útskrift þá held ég að ég hafi sjálf upplifað það sem sumir kalla COVID-dofa eða COVID-þyngu. Einhver dofi sem ég veit að þið flest hafið upplifað eftir heimsfaraldurinn. Undanfarnar útskriftir höfum við þurft að vera undirbúin undir alls konar útgáfur af útskriftaraathöfn og þríeykið svo kallaða sá meira og minna að skipuleggja þetta fyrir okkur. Ég bara beið eftir uppskriftinu frá þeim og síðan var unnið með það. Ég beið svolítið núna og ekkert gerðist annað en það að ég starði á gátlistan útskrift, hálf úrelt skjal, sem myndi mig bara á að ég ætlaði að endurskoða það fyrir síðustu útskrift og örugglega útskriftina þar áður líka. Svo kom boð að hitta starfsfólkið í hofi til þess að fara yfir þetta allt saman, hvort það væri eitthvað öðruvísi eða bara eins og venjulega. Auðvitað er það þannig, athöfnin að mestu leyti eins og venjulega, bara nýr hópur útskriftarnemenda sem við þurfum að kveðja og horfa á eftir inn í framtíðina. En starði ég á gátlistan í síðustu viku. Allir aðrir að gera það sem þarf að gera fyrir útskrift nema ég. Þessi liður sem segir að mánuði fyrir útskrift fari skólameistari að undirbúa ræðu. Já, einmitt. Fyrir helgi voru nemendur búnir að klára sitt, kennarar búnir að gefa einkunnir og skírteini nemenda tilbúin. Þá kom að því að skólameistari undirritaði öll skírteini en lítið gerðist í ræðunni. Í gær blasti það við að ekki kæmist í lengur undan þessu verkefni. Það yrði að vera einhver ræða. Ég leita oft til samstarfsfólk, nemenda, vina og ættingja og biðum tillögur það hvað ég ætti að fjalla í ræðunni. Nú, það er skemmst frá því að segja að algengasta svarið er, hvað, áttu ekki eitthvað frá því síðast? Getur ekki bara verið með sömu ræðu fyrir einhverjum árum síðan? Það tekur enginn eftir því. Og auðvitað hefur þetta fólk rétt fyrir sér. Ég á gamla ræður, ég get meira að segja gluggað í gamla ræður frá Hjalta Jóni fyrir skólameistara, en einhvern veginn þarf hver ræða að vera sérstök. Sérstök fyrir þann nemendahóp sem er að útskrifast hverju sinni. Oftast hef ég einhverja hugmyndir innihaldið og jú, ég nota aftur ákveðin kafla í hverju ræðu. En í þetta sinn kallaði ekkert til mín. Ég upplýði ritstíflu sem hlýtur að vera martröð rithöfunda sem þurfa að koma einhverju niður á blað. Nú eða tónskaldi sem þarf að semja lag en ekkert gerist. Ég get samt ekki gert eins og rithöfundurinn sem segist bara ekkert ætla að taka þátt í jólabókaflóðinu þetta árið. Eða lagahöfundurinn sem ætlaði ekki að vera heldur með Eurovision. Ég var meira að segja orðin og sein að bjóða einhverjum öðrum í VFMA að vera með ræðuna og hafði það ekki í mér að segjast bara að vera veik og kæmi ekki útskrift. Það hlyti að reddast allt saman þótt skólameistari væri ekki á svæðinu, sem hefði alveg verið raunin. Ég veit það, enda með frábært samstarfsfólk sem hefði rúllað þessu upp. Þegar ég var sjálf í námi og þurfti að læra undir próf, þá fór það iðulega þannig að ég fór að gera eitthvað sem ekkert lá á að gera, til dæmis að taka til, enda alveg að koma jól eða vor. Svo í gær fór ég að taka til, ekki heima hjá mér,
heldur í vinnunni. Fann einhverja kassa með pappírsgögnum sem átti eftir að fara yfir. Auðvitað lá að því að skoða þessi gögn enda þau búin að vera þolinmóð í meira en 20 ár í þessum kössum. En á meðan gat ég hugsað minn gang varðandi ræðuna. Í þessum kössum voru meira og minna gömul próf í alls konar áföngum sem tilheyruðu stýrimannadeildinni sem einu sinni var til á Dalvík. Gögnin sögðu ákveðna sögu skólaþróun og hve margt hefur breyst í námi og kennslu. En í þessum gögnum var lítið skólalífið, skólabraginn og þá nemendur og kennara sem höfðu verið þarna. Þau gögn eru örugglega til þótt það hafi ekki verið akkurat í þessum kössum. Ég fór að hugsa fólkið sem ég veit að var bæði þarna í námi og kenndi við deildina. Þetta var alls konar fólk sem byggði upp samfélag þar sem vinátta, samkennd og hjálpsemi þar sem var vinátta, samkennd og hjálpsemi en það komu örugglega líka upp ýmis mál sem þurfti að leysa úr. Bara svona venjulegt líf með fólki að vinna að markmiðum sínum. Og þarna var þetta bara í þessum kössum gömul próf í íslensku, ensku, siglingafræði, heilsufræði, starffræði og ýmsu öðru en ekkert fólkið. Ég var því að ímynda mér lífið í kringum þessu gögn sem voru í þessum kössum. En hvert ég að fara í þessum hugleiðingum? Jú, ég ákvað að skrifa vináttuna. Vináttuna sem verður til í því samfélagi sem skóli er. Þið sem eru hér á sviðinu hugsið einhver tíman í framtíðinni örugglega ekki það hvernig prófið í íslensku var byggt upp eða hvort þið voru spurð hvíldarpúls eða ekki í heilsueflingu. Eða hvað áfangi hét og hve margar einingar hann var. Hvort áfangin var í múdul eða innu eða hvort þið lásu bókina sem var í námsáætluninni. Ég nokkuð viss að þetta verður samt allt þarna sem ykkar veganesti inn í framtíðina og í einhverju samhengi við það sem þið að klára hér í dag. En smáatriðin sem til áfangum, námi og kennslu verða örugglega gleymd. Smáatriðin sem bæði nemendur og kennarar eru upptekin af í námsmati og gleymast mörg hverja praðan. En þið megið ekki misskilja mig. Þetta skiptir allt máli í stóra samhenginu, í þekkingu og færni ykkar til framtíðar og því hvernig okkur hefur tekist til að tengja þekkinguna saman við hæfni ykkar. En þetta eru örugglega ekki þær minningar sem munu fyrst koma upp þegar þið hugsið tíma ykkar í VFMA. Það sem þið munu hugsa eru minningar fólk, samnemendur og starfsfólk skólans. Þegar ég hitti afmælisárgangar sem gjarnan vilja koma og skoða gamla skólan sinn, þá strax farið að spyrja ákveðna kennara eða starfsfólk. Þau fara að segja frá atvikum þar sem nemendur og starfsfólk voru í aðalhlutverki en ekkert endilega námið sem slíkt. Við sem höfum upplifað svona árgangahittinga vitum að við förum strax að spyrja hvort annað og þá sem ekki á svæðinu eða þá sem að fáir hafa frétt af. Alltaf einhver í hópnum sem veit hvað einhver annar að gera. Fólk fer í gömlu vinahópana, fer meira að segja stundum að láta eins og þeir séu aftur komin í kennslustund með einhverjum kennara og ákveðnum nemendum. Sanna vináttan frá því að fólk var saman í skólanum kemur fram og fólk upplifir eitthvað sem yljar þeim hjartarætur. Gleðin og oft þakklæti til þessa fólks sem átti samleið saman á sama tíma í skólanum, bæði nemendur og kennarar. Ég alveg viss það að við öll hér inni getum hugsað tilbaka og munum augnablik þar sem kennari breytti einhverju í lífi okkar, fékk okkur til að staldra við og hugsa, leiðbeindi okkur inn á svið sem voru okkur framandi, fékk okkur til að skilja eitthvað sem við höfðum ekki áttað okkur á og síðast en ekki síst sýndi okkur kærleika og umhyggju. Ég held því fram að kennarar séu einu sterkustu áhrifavaldar sem til eru. Í heimi sem sífellt að breytast og áreitin eru mörg en hlutverk kennarana margvísleg og afar mikilvæg. Kennarastarfi mun seint hverfa algjörlega inn í heim sjálfvirkni og snjallvæðingu þó tæknin sé sannarlega að breyta kennsluháttum og skólastarfi. Allir skólar eru fullir af áhrifavöldum og kennarar eiga marga fylgjendur. En hvað sem verður þá það alltaf í okkar höndum að halda í mennskuna í tækniþróuðu samfélagi. Áhersla skólana verða að vera í meira í þá átt að halda í tungumál okkar og menningu, efla samkennd og samvinnu, kenna meir alþjóðlegt samfélag og mismunandi menningaheima, kenna umburðarlyndi
og efla jafnrétti í víðum skilningi. Vinátta getur breytt lífi okkar og það oftast til góðs. Að eiga góða vini sem tekur vini sínum eins og þau eru getur verið huggun þegar eitthvað bjátar á hjá okkur. Við lærum svo margt í mannlegri hegðun í gegnum vini okkar. Samkennd, hjálpsemi, finna að það sé einhver sem þarf á mann að halda, en líka hvernig við getum tekist á við það mótlæti því það reynir alltaf á sanna vináttu, einhver tíma. Það koma upp árekstrar og mótlæti og þá þurfum við að kunna takast á við það. Við þurfum að læra að taka öðru fólki, líka vinum okkar, eins og það er. Vinátta er okkur öllum afar mikilvæg og hún er svo margt í okkar daglega lífi. Samskipti við annað fólk nærir okkur, en getur líka verið að éta okkur upp ef við eigum í erfiðum samskiptum. Lífið er og verður alltaf þannig, við munum eiga góða daga og erfiða daga. Það hvernig við byggjum upp samskipti og vináttu við annað fólk verður ekki kennt bara í skólastofu. Við lærum mannleg samskipti með því að umgangast annað fólk og þannig verður vinátta til. Þessi samskipti og vináttu var ekki hægt að sjá í þessu gömlu kössum sem ég talaði áðan. En ég er nokkuð viss að einhvers staðar þarna í pappírunum, í möppunum og rykinu var til vinátta sem enn er til staðar. Mörg okkar þekkja sögurnar Bang Símon og vini hans. Sjálf las ég þessar sögur sem barn og seinna fyrir börnin mín. Það eru til margar tilvitnanir úr Bang Símon sögunum og viðeigandi að enda þessa hugleiðingu vináttuna með einni. Þannig var að einhvern tíma voru þeir félagar Bang Símon og Gríslingur á gangi í skóginum. Hvaða dagur er í dag, spurði Bang Símon. Nú, dagurinn í dag, svaraði Gríslingur. Þá sagði Bang Símon, allir dagar með þér eru uppáhaldsdagurinn minn, svo dagurinn í dag er uppáhaldsdagurinn minn. Ég sótti hérna í FMA og hef ekki séð því. Þetta var bara besta ákvörðun sem ég nokkuð tíma tekið. Þetta er náttúrulega áfangakerfi og það hefur hentað mér mjög vel. Það tóku allir mjög vel á móti mér. Mjög þægilegur skóli yfir höfuð bara. Námsframboðið er ótrúlegt og þú getur alltaf fundið eitthvað sem er við þitt hæfi. Svo margt í boði og þú getur alltaf fundið eitthvað sem þér finnst gaman að gera eða vilt vinna við. Það er svo mikið í boði, bara ferðin á síðuna og þú getur séð bara, það er bara endalaust af hlutum að velja. Ég bara absolutely elska kennarana mína. Þetta eru bara eiginlega bestu vinir mínir. Ég get spjallað við þá hvað sem er og beðið þá aðstoð og ábendingar og fleira og það er alltaf gaman að spjalla við þau. Mér finnst bara kennararnir vilja svo mikið að það gangi vel. Þeir koma alltaf til móts við þig bara ef það er eitthvað þá bara þeim langar svo mikið að það gangi vel og bara elska kennarana hérna. Maður finnir það alveg, bara skólinn, bara allir hérna vilja að það gangi vel. Þeir vilja að það útskrifist. Aðbúnaður hérna í FMA er náttúrulega til fyrirmyndar. Þetta er allt, það er bókasafn og til þess að læra vélstjórn og rafvirkjun og smiður og svo er FabLab líka sem allir geta sótt í. Við höfum bara aðgang að rosalega miklu hérna og ég verð eiginlega bara hissa á því hvað er mikið til hérna. Ég er á heimavistinni. Þetta er bara, sem ég segi, stórt heimili sem margir eru og mjög gott að verða bara. Starfsfólkið á heimavistinni er rosalega vingjarnlegt og það er alltaf hægt að leita til þeirra ef það er eitthvað. Þegar maður býr og stundar nám í svona minna samfélagi þá er miklu meiri svona persónuleg þjónusta. Mun svona aðgengilegra að fá þessa hjálp sem maður þarf og auðvelt að biðja hana. Félagslífið í FMA er mjög gott. Það er mjög fjölbreytt, það er gert mikið. Það er söngvakeppni og það er leikrit og það er árshátíð og jólaball. Stjórnin er mjög vinaleg
tökum vel á móti ykkur, ég get bara sagt ykkur það. Mér finnst ég bara búin að fá mjög mikið sjálfstraust við að vera í þessu námi. Þú veist, ég er bara búin að gera fullt af hlutum sem að ég hélt að ég myndi ekki geta. Ég er alveg viss að ég muni aldrei gleyma kennurunum og starfsfólkinu hérna. Bara yndislegt fólk. Hafa ýtt mér svo mikið áfram. Ég komst bara rosalega mikið að því hver ég var í þessum skóla. Ég er ekki spennt að útskrifast. Mér langar að vera hérna í lífi. Þetta myndband sem þið sáuð er nýtt kynningarmyndband sem var gert fyrir skólan fyrir stutt síðan og er hluti af sameiginlegri kynningaherferð 5 framhaldsskóla á Norðurlandi eystra. Og þessi myndbönd og þessi kynningaherferð sem fer á stað fljótlega á 9 ári er styrkt af samtökum sveitafélaga á Norðurlandi eystra og bara spennandi samstarf allra skólana 5 hér á svæðinu að laða til okkar nemendur annars staðar frá. Á þessari útskrift verður ekki sérstök verðlaunaafhending fyrir námsárangur eins og við höfum átt að venjast. Nám er ekki keppni að vera bestur í einhverju fagi. Nám er ekki bara einkunn í námsmati heldur það sem þú tileinkar þér og tekur með þér. Það eru allir að uppskera hér í dag. Allir hafa haft fyrir því að vera á þessu sviði. Sá sem fær hæðstu einkunn í áfanga er ekki endilega að leggja miklu meira á sig en sá sem er lágmarks einkunn til að ná námsmarkmiðum áfangars. Í verðlaunaafhendingum fyrri ára höfum við aldrei spurt nemendur hvort þeir kærðir sig að vera kallaði fram á sviði til að taka á móti verðlaunum. Það kæra sig ekkert allir þessa athygli sem verðlaunaafhending á útskrift er. Engu að síður munum við veita nokkra viðurkenningar. Þeir nemendur sem fá viðurkenningu fyrir árangur sinn fá sérstök viðurkenningarskjöl með skírteinum sínum hér á eftir. Þau ráða sjálf hvað þau gera með þær upplýsingar. Dúk skólan fær til dæmis viðurkenningu og gjafabréf frá skólanum. Þá fer nú að styttast í sjálfa útskriftina. Ég vil nefna það að gestir í sal mega koma nær sviðinu ef þeir vilja ná myndum, en þeir eru bæði hér Hilmar Friðjónsson og Óskar Þór, starfsmenn Verkmenntaskólans með myndavélina á lofti og þær myndir munu birtast á vef skólans annaðhvort í kvöld eða morgun. Að þessu sinni útskrifast 93 nemendur með 103 skírteini, þar sem að 10 nemendur eru að útskrifast með 2 skírteini. Alls hafa því á þessu ári útskrifast 232 nemandi með 265 skírteini, þar sem 139 nemendur útskrifust síðastliðið vor. Nemendur VFMA koma allstaðar af á landinu, ekki bara hér að Eyjafjarðarsvæðinu. Og þess má geta að á heimavistinu búa 150 nemendur frá VFMA. Það er nemandi nánast úr hverju einasta póstnúmeri á landinu í þessum skóla. Í dag útskrifast til dæmis nemendur sem búa í Bakkatröð, í Hafnarstræti, í Reynulundi, á Eyrinni og á Brekkunni. Það eru víst einhverju hérna sem eru ættaðir úr Fljótunum og einhverju úr Húnavatnssýslu, einhverju úr Eyjafjarðarsveit, frá Dalvík, Húsavík, Já og höfuðborgarsvæðinu og svo mætti lengi telja. Og í ljósi fjölbreytileika skólans eru hér nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál, sem hafa annarkvort flutninga til lands á fullorðins árum eða fæðst á Íslandi en hafa erlendan bakgrunn. Við höfum í gegnum tíðina reynt að stjórna því hvenær það er klappað hér út í sal fyrir nemendum. Það hefur ekkert gengið neitt sérstaklega vel. Það gerist alltaf það sama, fólk bara klappar þegar finnst þeir þurfa að klappa. Og svo þess vegna, kæru gestir, bara klappið þegar þið finnst þið þurfa að klappa. Og það má líka kalla húrra og blístra og allan pakkan. Ég er líka búin að segja við nemendur þegar með veifa fram í sal og segja hæ mamma eða eitthvað. En áfram með útskriftina, til þess erum við nú komin hingað. Ég hef beðið Ómar Kristinsson, sviðsstjóra stúdentsprófsbrauta og fjarnáms að koma hingað og útskrifa nemendur sína. Og alls eru 30 nemendur að útskrifast af stúdentsprófsbrautum skólans og 27 iðnmeistarar.
en allir iðnmeistararnir taka námið sitt í fjarnámi og svo líka nokkri stúdentar hérna að klára námið sitt í gegnum fjarnám. Ekki fara langt. Nei, ég þarf að líka. Góðan daginn, gleðilega hátíð. Ég ætla ekki að segja neitt. Jú. Nema það, hvað mikið með daginn? Þið líka. Ég ætla ekki að vera með neina ræðu. Krakkarnir eru búin að heyra mig þusa í 3 til eitthvað ár. Þannig að þeir eru búin að fá nóg. Ég læt sér ég bara þetta. Aftur til hamingju með daginn. Þau eru til. Herðu, þá byrjum við á því að útskrifa stúdenta félags- og hugvísindabraut en það eru 7 nemendur og fyrstur er Daniel Orri Helgason. Þá er það Dórótea Hulda Hauksdóttir. Guðný Edda Guðmundsdóttir. Ísak Máni Ingvarsson. Júní Sigurðar Burr. Lovísa Þórey Stefánsdóttir. Og Þórdís Ómarsdóttir. Þá er það stúdentar af fjölgreinabraut, en það er svona opin braut til stúdentsprófs og fyrst þar eru 11 nemendur og fyrstur þar er Adam Atli Sandgrín. Eydís Arna Karlsdóttir. Hjalti Snær Árnason. Hrafnhildur Baldursdóttir. Indía Rebekka Jónsdóttir. Ingunn Birna Árnadóttir. Jóhanna Helga Gunnlaugsdóttir, hún er að útskrifast og hún er ekki með okkur hér í dag en við fögnum henni engar síður. Þá er það María Nicole Lekka. Snjólaug Kristjánsdóttir. Og Sæþór Bjarki Kristjánsson. Viktoría Rún Sigurðardóttir er að útskrifast líka í dag en hún gat ekki verið með okkur. Þá erum við að útskrifa 2 nemendur af íþrótta- og lýðheilsubraut og hér er Axel Máni Garðarsson. Alex, sorry. Afsakaðu þetta, Alex. Davíð Pétursson er líka að útskrifast en hann gat ekki verið með okkur hér í dag. Það er einn nemandi að útskrifast af náttúrufræðibraut og það er Elmar Ás Traustason. Þá erum við komin af þeim sem er að útskrifast með stúdentsprófa listnámsbraut. Það eru listnáms- og hönnunarbraut, myndlistalínu og það eru 7 nemendur og fyrst er Emma Þöll Hilmarsdóttir. Eyrún Arna Ingólfsdóttir.
En Eyrún fær líka hér viðurkenningarskjal frá menntamálaráðherra fyrir verðlaun sem hún hlaut í hönnunarkeppni framhaldsskólanna hérna fyrir í haust. Júlía Jökulrós Sveinsdóttir. Linda Elíasdóttir. Natalía Sól Jóhannsdóttir. Sigríður Erla Ómarsdóttir. Sigrún Nattíta Guðmundsdóttir. Og það hér einn sem að klára stúdentspróf að loknu námi í húsasmíði og það Sindri Freyr Viggósson, en hann ekki hérna með okkur, og ekki heldur Aron Bjarki Guðmundsson sem að útskrifast sem stúdent af viðskipta- og hagfræðibraut. Við klöppum fyrir þeim. Og þá erum við komin að iðnmeisturunum okkar. Það eru 27 iðnmeistarar útskrifast, en það eru nú ekki margir hérna hjá okkur. Fremstur hérna Davíð Jón Stefánsson, hann að ljúka meistaranámi í pípulögnum. Þá höfum við Gunnbjörn Rúnar Ketilsson, hann að ljúka meistaranámi í húsasmíði. Þá það Hinrik Sigurjónsson, hann að ljúka meistaranámi í húsasmíði. Laufey Oddný Jónmundsdóttir sem að ljúka meistaranámi í hársnyrtiðin. Sólveig Ólafsdóttir, meistaranámi í bifvélavirkjun. Stefán Helgi, hann ekki, Steinþór Örn Gunnarsson. Það meistaranámi í húsasmiði. En mér finnst það virðingu fyrir þá sem eru að útskrifast hérna en eru ekki með okkur, þá mun ég lesa upp hérna þess nöfn þeirra sem voru að útskrifast en voru ekki hérna með okkur sem iðnmeistarar. Það Adolf Hannesson, hann að ljúka meistaranámi í húsasmíði. Alexandra Lilja Björgvinsdóttir, meistaranámi í hársnyrtiðin. Björgvin Pálmar Jónsson, meistaranámi í vélvirkjun. Davíð Artúr Friðriksson, meistaranámi í húsasmíði. Guðjón Kristinn Helgason, meistaranámi í hársnyrtiðin. Gunnar Geir Halldórsson, meistaranámi í bifvélavirkjun. Haukur Heiðar Steinþórsson, meistaranám í vélvirkjun. Ingi Björn Róbertsson, meistaranám í blikksmíði. Magni Dukk B.N. Wu, meistaranám í rafvirkjun. Magnús Atli Sigursson, meistaranám í bifvélavirkjun. Margrét Ruth Sørensen, meistaranám í hársnyrtiðin. Markus Marius Sakaláskars. Það er gott að hafa svona tungumálamann við liðna á sér. Afsakaðu Marius. Meistaranám í rafvirkjun. Oddur Viðar Malmqvist, meistaranám í rafvirkjun. Sigmundur Óli Eiríksson, meistaranám í húsasmíði. Snæþór Vernhardsson, meistaranám í vélvirkjun. Tómas Karl Benediktsson, meistaranám í rafvirkjun. Víðir Guðmundsson, meistaranám í húsasmíði. Þórarinn Ægir Guðmundsson, meistaranám í rafvirkjun og Þórdís Lára Herbertsdóttir, meistaranám í snyrtifræði. Ég legg til við Já, og Stefán Helgi Garðarsson, hann var nefnilega mærtur eins og hann ætti að koma hérna. Hann var að klára meistaranám í rafvirkjun. Klöppum fyrir þessu frábæra fólki. Takk fyrir aðstofuna, Ómar, og til hamingju með nemendur þína. Ég vil misnota aðstofu mína og beina því til allra þessara iðnmeistara að það er mikill skortur af kennurum í iðn- og starfsnámi. Þannig að
endilega skoðið heimasíður Háskóla Íslands kennsluréttindanám fyrir iðnmeistara. En þá erum við komin að því að útskrifa nemendur í iðn- og starfsnámi og ég ætla að biðja hana Önnu Maríu Jónsdóttur, sviðsstjóra, að koma og útskrifa nemendur úr iðn- og starfsnámi. En þess má geta að Anna María er að útskrifa nemendur af sínu sviði í fyrsta sinn en hún tók við stöðu sviðsstjóra nú í haust. En alls eru 35 nemendur að útskrifast úr iðn- og starfsnámi með 44 skírteini því að þetta eru oft nemendur sem eru að útskrifast með fleira en eina grein. Og við ætlum að byrja á flottum hópi í bifvélavirkjun en þess má líka geta að þessi bifvélavirkjahópur hann hefur þurft að taka aðeins svona beygju í náminu sínu því að við þurftum að koma þeim suður til Reykjavíkur til þess að sinna hluta af áföngum sem þau tóku í Borgarskóla og ég vil þakka þeim fyrir að hafa tekið þátt í því verkefni með okkur og þau stóðu sig einstaklega vel og það var vel talað veru þeirra í Borgarskóla og sem betur fer náðu ekkert að stela þeim frá okkur. En fyrstur er Alexander Elí Sigvaldarsson. Áki Sigurðsson. En Áki er líka að ljúka stúdentsprófi. Birkir Hermann Benediktsson. Ellý Sæunn Ingudóttir og hún er líka að ljúka stúdentsprófi. Gunnar Bragi Einarsson. Máni Mýrmann Þorsteinsson. Róbert Aron Mikaelsson. Stefán Páll Böðvarsson. Stefán er líka að ljúka stúdentsprófi. Trausti Ómar Arnarsson. Og þá er komið að matartæknum. Það eru sem sagt 8 matartæknar sem við erum að útskrifa hérna frá okkur í dag en þetta er vaskur hópur sem hefur verið í námi sínu á matvælabraut í lotunámi og komið hér helgar gegnum tíðina og afar ánægjulegt að sjá hversu góð mæting er hjá þeim hér á útskriftina með okkur í dag. Fyrst er Anna Björk Ívarsdóttir. Birkir Ingvarsson. Edgardo Paragues Solar. Hafdís Bára Óskarsdóttir, hún gat ekki verið með okkur hér í dag. Larissa Andrei Eva Viðarsson. Ólafía Anna Þorvaldsdóttir. Patrekur Óli Gústafsson. Hann er veðurtæktur. Já, hann er veðurtæktur. Svava Þórey Einarsdóttir. Þá erum við komin að hópi rafvirkja. Þar er fyrstur Atli Rúnar Guðnason. Ágúst Óli Ólafsson. En Ágúst er líka að ljúka stúdentsprófi. Bjartmar Ari Aðalsteinsson. Daði Hrannar Jónsson.
En Daði var líka að ljúka stúdentsprófi. Eggert Snær Jóhannsson, hann gat ekki verið með okkur hérna í dag. Þá er það Egill Heiðar Hjörleifsson. Hann er líka að ljúka stúdentsprófi. Guðgeir Orri Ingvarsson. Jónas Þórir Þrastarsson. Jónas er líka að ljúka stúdentsprófi. Leo Örn Þorsteinsson. Magnús Árni Jóhannesson. Nói Sandgren. Og Nökkvi Fannar Guðmundsson. Og þá eru það útskrift sjúkraliða og það er fyrst Aðalheiður Agnes Hermannsdóttir. Aðalheiður lýkur jafnframt stúdentsprófi. Björk Nóadóttir, hún er útskrifast en getur ekki verið með okkur. Þá er það Blær Holt. Elín Björg Þorsteinsdóttir. Helena Valdís Bergland. En Helena líka að ljúka stúdentsprófi. Og við erum með 2 nemendur hér í vélstjórn. Það er Bjartur Geir Gunnarsson. Bjartur er að ljúka réttindum í vélstjórn og taka stúdentsprófið sitt og Brynjar Ingi Hannesson er að klára B-réttindi í vélstjórn en hann gat ekki verið með okkur. Alltaf svo glæsilegt að horfa yfir hópinn. Næst ætlum við að fá tónlistaratriði. Við ætlum að fá hana Hafdísi Ingu Kristjánsdóttur sem er nemandi á félags- og hugvísindabraut skólans. Hún ætlar að syngja lagið Ein handa þér, en lagið er eftir og þekkt í flutningi Eros Ramazzotti, ef að Ómar kannski vil segja þetta. Íslensku texti er eftir Stefán Hilmarsson, en Hafdís Inga er jafnframt nemandi í tónlistarskólanum á Akureyri, samhliða námi sínu í VFMA þar sem hún leggur áherslu á söngnám. Og er hún ekki Hafdís einhvers staðar? Það er kalt og konungur vetur, kominn er úr frí og setur. Margt sitt óðum á mannlífið eins og endranær. Sumum finnst sem fylgjónum þungi, pínu deyfð og ef til vill drungi. En aðrir njót hans nokkuð vel. Gróðurinn í garðinum sefur, fram á vor og skammdegið hefur.
tekið völdin og hjúpað allt ævintýra blær. En þó að dagarnir séu ekki langir og frostið farið að bíti kinn, þá gleði tíð í vændum fyrr en varir koma aftur jól. Og við stöndum við jól og við finnum frið, njótum þess að eiga náðarstund. Já, jól, það lítið orð, en merkar en mörg önnur hér á storm, sem marka upphafið sem eitt sinn var. Ég vil mönnum gefin var, gjöf sem við eigum enn, henni má enginn gleyma, heyri það allir menn. Ó, við gefum við gjafir í desember, ein fyrir andan, ein fyrir lífið, ein handa þér. Stjörnubjart og börnin á nálu, spenna ríkir í öllum þeim sálum sem beðið hafa langa hríð eftir morgunum. Hjörtun að slá í hverju brjósti eftir vænting í húsinu, því það ljósa tíð í vændum fyrr en varir koma aftur jól. Og við stöndum við jól og við finnum frið, njótum þess að eiga náðarstund. Já, jól, það lítið orð, en merkar en mörg önnur hér á storm, sem marka upphafið sem eitt sinn var. Ég vil mönnum gefin var, gjöf sem við eigum enn, henni má enginn gleyma, heyri það allir menn. Ó, við gefum við gjafir í desember, ein fyrir andan, ein fyrir lífið, ein handa þér. Ein gjöf fyrir lífið og ein handa þér. Takk alveg fyrir. Þetta var aldeilis glæsilegu söngur hjá henni Hafdísi. Það aðeins að lengja ræðuna mína hérna, öllum til mikilla gleði, af því að við verðum aðeins að minnast á félagslíf og svona ýmislegt sem við erum að gera hérna í skólanum. En lengst af að þessu ári var lítið hægt að gera í félagslífi. Samkomutakmarkanir rokkuðu til og frá og reynt var að sæta lagi þegar hægt var. Leikfélag Vaffimann náði að setja upp söngleikinn Lísu í Undralandi á vorun. Þegar Lísa var í sýningu þá var það að sæta lagi eftir því hvernig staðan var á heilsufari nemenda eða sóttkví vegna COVID. Árshátíðin var haldin í apríl, haldin var söngkeppni og fulltrúi Vaffimann tók þátt í söngkeppni framhaldsskólanna. Haldin voru böll, leiklistanámskeið og nokkrir smærri viðburði. Við náðum alveg að gera samt alveg ótrúlega mikið. Meira að segja, í lok vorannar voru haldin svokölluð heimanámskvöld í Gryfjunni. Og það mættu nemendur þess að læra saman og það var bara rosalega góð mæting. Það var bara alltaf unga fólki að koma okkur á óvart. Leikfélagið er núna á fullu við að æfa farsann Bót og betrun sem verður sýnd í febrúar. Undirbúningur árshátíðar í mars er í fullum gangi en hátíðin verður vegleg þetta árið þar sem haldið verður upp á 30 ára afmæli Þórdunu nemendafélags Vaffema. Nýnemaballið í haust tókst mjög vel þar sem rúmlega 300 nemendur skemmti sér vel í salanum og það þarf varla að taka það fram að félagslíf nemenda í Vaffema fer fram algjörlega án áfengis og annarra vímuefna.
Nemendur okkar hafa gert það gott í ýmsum keppnum á árinu. Nemendur á viðskipta- og hagfræðibraut tóku þátt í JA Æsland sem árleg vörumessa framhaldsskólanemenda sem stofna fyrirtæki og kynna vöru sínu á þessari vörumessu sem haldin var í Smáralind. Á vorin verður vörumessan haldin hér á Akureyri og sjálfsögðu taka nemendur VFMA þátt í þeirri keppni. 2 nemendur VFMA, þau Theodóra Reykjalín Kristínardóttir og Víkingur Þorri Reykjalín Sigurðarson, komist áfram í stærðfræðikeppni framhaldsskólanema og hlaut Víkingur 1. sæti í forkeppninni. Úrslitakeppnin fer svo fram á vorin. Nemendur okkar hún Hán Mars Baldurs vann ritlistasamkeppni Ungskálda 2022 með skemmtilega smásögum þágufallssýki, þann stórhættulega sjúkdóm. Þá hlutu þær Hildur Salna Ævarsdóttir og Harpa Birgisdóttir tilnefningu til Íslensku menntaverðlaunanna 2022 fyrir framúrskarandi iðn- og verkmenntun fyrir áhugaverða nálgun og frumkvöðlastarf í vinnustaðanámi og við erum einstaklega stolt af því. Nemendur í Hárinn sýndu hárgreiðslur og klippingar á sýningu á Gleratorginu í haust og hér hafa verið haldin nokkur sveinspróf, til dæmis í Hárinn, pípulögnum, húsasmíði og vélvirkjun. Allir nemendur sem útskrifast frá VFMA gera lokaverkefni og eru þar margar hugmyndirnar sem hafa komið fram á þessu ári. Mörg af þessum lokaverkefnum reyna á samstarf, sköpun og frumkvöðlahugsun sem oft á tíðum hefur leitt til frekari þróunar hjá nemendum eða þeim fyrirtækjum sem þau hafa unnið verkefnin með. Ásamt því að skapa áhuga á ákveðnum viðfangsefnum sem leiða nemendur áfram inn í frekara háskólanám. Erlent samstarf fór á stað af fullum krafti að loknu COVID nú í vor, en nemendur tóku virkan þátt í þeim verkefnum og mörg tækifæri sem nemendur hafa í gegnum erlent samstarf. Nemendahópur í Hárinn var við nám í 2 vikur á Malaga og Spáni. Nemendur og kennari í Rafinn tóku þátt í verkefni í Istanbul, tóku á móti nemendum frá samstarfslöndum hér á Akureyri og hittu félaga sína á Kanaríeyjum nú í haust. Nýtt útibú VFMA á Spáni verður líklega sett á stað á næsta ári. Það er mjög vinsælt að reyna að komast í sólina hérna frá okkur, eins og það er vinsælt að koma líka til Íslands að taka þátt í verkefnum. Það eru nokkru nemendur hér að útskrifast sem hafa tekið þátt í verkefninu Ready for the World og hafa þau bæði tekið á móti erlendu nemendum hér á Akureyri, farið til Danmerkur og Hollands og það eru víst til nokkrar sturlaða staðrendir úr þeim ferðum. Nemendur og kennarar á matvælabraut fóru til Frakklands á vorin þar sem frönsk matamenning var tekin út og þau síðan tóku á móti frönsku nemendunum í apríl. Viðeigandi nafn á því verkefni er Rotten Shark and Alioli, enda fjallar matamenningu beggja landa. Í gegnum erlent samstarf fær starfsfólk jafnframt tækifæri til starfsþróunar, bæði með því að taka þátt í ýmsum þróunarverkefnum og með því að fara í heimsóknir í aðra skóla. Að vanda tók VFMA á móti mörgum einstaklingum og hópum á þessum ári sem kom í heimsókn til að kynna sér skólastarfið í VFMA og á Íslandi. Til Akureyrar komu á annað 100 manns á þessu ári í gegnum hin ýmsu verkefni sem VFMA tekur þátt í og hátt í 100 nemendur og starfsfólk fóru erlendis til að taka þátt í verkefnum. Það er því sannarlega af nógu að taka í VFMA. Við erum alltaf að gera alls konar skemmtilega hluti og þetta er alls ekki tæmandi listi. Og þið sem viljið kynna ykkur það sem vanta á listan, þið getur farið á heimasíðu VFMA undir fréttir og rúllaði gegnum þær. Það er margt þar skemmtilegt að sjá. En í dag útskrifast nokkrir nemendur sem hafa sett mark sitt á félagslíf skólans. Það er ljúfsárt að sjá á eftir útskriftarnemum okkar fara út í lífið, en sérstaklega sjáum við eftir þeim sem hafa helgað sig félagslífinu á námstíma sínum í VFMA. Sumir kannski sett það ofar náminu, en það er lífsins saga og reynsla sem þeir nemendur búa að alla tíð. Það er skólanum afar mikilvægt að hér sé öflugt félagslíf og margir nemendur leggja mikið á sig til þess að halda utan félagslíf samnemenda sinna. Við brautskráningu hefur skólinn ávallt afhent blómvendi til þeirra nemenda sem setið hafa í stjórnþóldunu eða komið með öðrum hætti að skipulagi og framkvæmt félagslífsnemenda, svo sem tengt viðburðum, leiksýningum og hagsmunagæslu fyrir nemendur. Ég vil biðja Benedikt Barðarsson, aðstoðarskólameistara, að færa hérna nokkur nemendum blómvendi og bið eftirtalda nemendur að koma hér fram á svið og veita blómunum viðtöku og ég ætla að biðja ykkur að koma hérna vinstra megin við mig hérna á sviðið
og kalla fram Aðalheiði Agnesi Hermannsdóttur, Eyrúnu Örnu Ingólfsdóttur, Júní Sigurðarbur, Sigríði Erlu Ómarsdóttur og Þórdísi Ómarsdóttur. Búið að ná mynd? Ok, flott. Takk fyrir þetta. Það er óvenjulegt að það er bara stelpur hérna núna. Stundum hefur það eiginlega bara verið strákar en nú er það bara stelpur, þannig að stelpur okkar. Eitt af skemmtilegasta við þessar útskriftarathafnir er ræða útskriftarnema. Og það verður örugglega engin undantekning hér á í þetta sinn. Það er hún Helena Valdís Bergland sem var útskrifast hér sem sjúkraliði og stúdent sem ætlar að halda ræðu fyrir hönd útskriftarnema. Gjör svo vel, Helena. Kæru útskriftarnemar, starfsfólk, þið í salnum og þið sem heima sitjið. Ég heiti Helena Valdís og mér langar að bjóða ykkur velkomin og segja nokkur orð. Árið er 2013. Barack Obama byrjaði sitt annað forsetatímabil, lagið Harlem Shake kom út og gerði garðinn frægan, selfie og swag voru kosin vinsælust orð ársins, Benedikt, 16. páfi lét á störfum, Dalvíkingurinn Eyþór Ingi keppti fyrir hönd Íslands í Eurovision-keppninni sem haldin var í Malmö með lagið Ég og líf. Miley Cyrus startaði twerk-trendinu, Snapchat skaut sér á toppinn sem vinsælasti samfélagsmiðlinn, tölvuleikarinn Grand Theft Auto 5 eða GTA kom út, Paul Walker, stjarna Fast and Furious myndana lést og prins William og kona hans Kate eignuðust sitt fyrsta barn. 2013 er líka árið sem ég byrjaði framhaldsskóla. Á sama tíma voru flest þau sem hér fyrir aftan mig sitja hálfnuð með sína grunnskólagöngu. Ég hóf mína skólagöngu í Verkmenntaskólanum Akureyri á almennri braut í félagsfræði með aukaáfanga. Þá hafði ég enga hugmynd að ég myndi enda því að útskrifa sem sjúkraliði 9,5 árum seinna. Já, þið reiknuðu þetta rétt. Ég er að ljúka 19. önnunni mín í framhaldsskóla. Þar af hef ég klárað 15 í Verkmenntaskólanum Akureyri. Á minni skólagöngu í VFMA hef ég setið tíma hjá ýmsum kennurum, en allir eiga það sameiginlegt að hafa þurft að glíma við sein verkefnaskil af minni hálfu ásamt því að hlusta með nöldra í tímum allt milli himins og jarðar. En allir hafa þeir samt haft óbilandi þolinmæði gagnvart mér og stutt mig gegn ýmislegt. Af þeim skólum sem ég hef stundað nám í, og þeir eru nú orðnir þó nokkrir, þá hefur mér hvergi liðið eins vel eins og í Verkmenntaskólanum Akureyri. Ég eignaðist marga vini og kunningja, sumir koma og fóru, aðra á ég svolítið erfiðara með að losna við, en ég ætla samt sem áður ekkert að kvarta. Þegar maður lýkur námi á svona löngum tíma eignast maður félaga á öllum aldri. Það er það sem ég finnst einna skemmtilegast við VFMA. Sessunauturinn getur verið 50 einstaklingur í blóma lífsins að setjast á skólabekk til að afla sér meiri þekkingar eða 17 ára einstaklingur sem nennir alveg enga veginn að læra að fylgjast með. Hvað þá sitja prófatíðir að vinna í ritgerðarskilunum. Innst inni óskaði þess að ég hefði byrjað strax á sjúkraliðabraut og klárað, en sem 16 ára vandræðapjesi þá var sko hugurinn ekki við að fara að skeina gömlu fólki eða klippa táneglur. Nei takk. En mikið ofboðslega er ég ánægð að hafa endað hérna. Í dag vinn ég á frábærum vinnustað á gjörgæsludeild Sjúkrahússins á Akureyri með yndislegu fólki sem ég þykir svo vænt um. Og þó ég þurfa að klippa táneglur eða skeina fólki þá er vinnan mín bara alls ekkert verri. Mér var strax tekið vel og féll í hópinn eins og fjölskyldu væri að ræða. Og það má segja að starfsfólki hérna sé ein stór fjölskylda. Og þökks í Hannesínu sem stappaði mér stálinu í tíma og ótíma því mér langaði bara mest að finna mér eitthvað annað að gera, jafnvel bara hætta. Þá stend ég hér í dag með sjúkraliðakollinn á höfðinu og skírteinið í hönd, þakklát fyrir allt sem Verkmenntaskólinn hefur gefið mér. Ég held ég geti talað fyrir marga hérna þegar ég segi að þegar við byrjuðum okkar skólagöngu í Verkmenntaskólanum þá hafa verið svolítið blendnar tilfinningar, vottir á spenningi, á móti stressi, jafnvel kvíða. Það er stórt skref að fara úr grunnskóla og yfir í framhaldsskóla og það er skref í átt að því að fullorðna svolítið. Hvað þá að fara í gegnum námið með heimsfaraldri eftirdragi og öllu því auka álagi sem honum fylgdi. Ég var spurðaði hvort ég hefði breyst eitthvað að minni skólagöngu í Verkmenntaskólanum. Tja,
elst tæp 10 ár, átt barn, þroskast kannski örlítið, þó svo að síðast nefnda sé svo kannski haldið svolítið hæpið. En öll eiga eftir að líta tilbaka eftir 10-15 ár og hugsa hvað VFM gerði okkur gott þrátt fyrir margar ritgerðarvinnur og kvíðaaukandi prófatarnir. En það fylgja víst náminu. Það sem breyttist líka á skólagöngu minni var að Verkmenntaskólinn á Akureyri fékk nýjan skólameistara. Sigríður Huld tók við starfinu í byrjun árs 2016 og var Verkmenntaskólinn ótrúlega heppinn á að fengja hann til starfa. Mér langar að þakka nokkrum einstaklingum. Ég ætla ekki að gera það í sérstakri röð, en fyrst og fremst langar maður að þakka Ómari fyrir ómetanlega stuðning og pepp í einu og öllu. Hann skipti ekki skapi í eitt einasta skipti sem ég mætti skrifstofu til hans í alls konar sálarástandi. Grenjandi, hlæjandi, brjáluð, kvíðin eða hvaðina, með vesen og bras sem hann fann alltaf leið í gegnum með bros á vör. Þó stundum hafði mátt heyra stutt andvarp þegar hann sá mig arka í átt að sér. Mér langar að þakka Jóhannesi náttúrufræðikennara fyrir öll góðu spjöllin okkar og alla trúna sem hann hafði á mér. Hannesína, Inga Björg og Mari Albína, sjúkraliða kennarar, eiga stórt hrós skilið fyrir að koma okkur í gegnum erfiða tíma, sérstaklega í heimsfaraldri. Og þakkir fyrir sveigjanleika og stuðning. Anna María, sviðsstjóri verknáms, á skilið hrós fyrir sína vinnu. Valgerður Dögg á skilið hrós fyrir það eitt að einfaldlega brosa sínu breiða brosi og gera daginn örlítið bjartari þegar maður mætir hann á göngum skólans. Og Pétur, takk fyrir aðstoðina, peppið og stuðningin við skrifin og ræðinni. Ég veit ég get fyrir þver. Síðast en ekki síst þá langar maður að þakka Snorra íslenskukennara fyrir sveigjanleika á lokaönninni sem einkenndist af allt of seinum skilum, miklu stressi og endalausu vesinu svona lokasprettinum. Að lokum langar maður að þakka pabba og stjúpmömmu fyrir að hafa ekki misst trúna á mér á meðan ég flakkaði milli brauta, skóla og landa. Kærastanum mínum fyrir alla það þolinmæði gagnvart bræðiskostunum í mér og alla hjálpina við prófalesturinn og verkefnavinnuna og auðvitað börnunum mínum sem hafa sýnt mér ómetanlega þolinmæði þegar ég þurfti að læra að sinna náminu. Ég stend hér í dag, þakklát fyrir allt sem ég hef lært síðustu árin. Ég hélt þessi dagur kæmi aldrei. Fyrir mína hönd og hönd þeirra brautskráninganema sem hér sitja, þakka ég fyrir mig og okkur öll. Takk fyrir það frábæra veganesti sem Verkmenntaskólinn á Akureyri hefur gefið okkur. Til hamingju við, þetta tókst. Takk innilega fyrir þessa ræðu. Ég sé svona glitta í tári karmi hérna mót mér. En nú ætla ég aðeins að snúa baki hérna í ykkur sem eru í salnum og tala til þeirra hérna sem eru á sviðinu. Jæja, kæru brautskráninganemendur, til hamingju með árangurinn. Þið eru öll sigurvegarar. Þið hafið náð takmarki ykkar. Sum ykkar hafa þurft að leggja á sig mikla vinnu, blóð, svita og tár, eins og kom hérna fram áðan, til að ná þessum áfanga, en þetta dugði til, því hér eru þið nú. Verið stolt af árangri ykkar og horfið björtum augum til framtíðar. Verið trú landi ykkar og uppruna, farið vel með móðumálið ykkar, berið virðingu fyrir fjölskyldu ykkar og vinum, og öllu því fólki sem verður á vegi ykkar í framtíðinni. En fyrst og fremst berið virðingu fyrir ykkur sjálfum og þeim verkefnum sem þið takið ykkur fyrir hendur í framtíðinni. Ég vona að þið eigi góða minningar frá tíma ykkar hér í VFMA. Það er sagt þessi svokölluðu framhaldsskóla ár að þá kynnumst við oft á tíðum okkar bestu vinum. Vinum sem við eigum ævi langt. Ég veit að það eru vinuhópar í þessum hópi og kannski fylgjast einhver ykkar áfram að í námi eða störfum en hjá öðrum skilja leiðir á vissan hátt núna við brautskráningu. En vináttan verður áfram til staðar. Viðhaldið vináttunni til hvors annars. Takk fyrir að velja VFMA sem skólan ykkar. Verið stolt og til hamingju. Góðir brautskráninganemar og gestir, það er að koma að lokum þessara hátíðar. Ég vil biðja fólk að sitja kyrrt í sætum sínum meðan við hér á sviðinu göngum fram og af því loknu vil ég biðja gestum að yfirgefa salinn.
Við stillum okkur svo hér öll upp fyrir myndatöku hér á sviðinu og mun Páll ljósmyndari taka mynd af hópnum. Þegar Páll verður búinn að mynda hópinn þá verður gestum leyft að koma inn í salin og taka mynd líka. Og eftir hópamyndina þá geta útskriftarnemar hitt fjölskyldu og vini hér fyrir framann og jafnvel hérna líka á meðan við rýmum salin. Að lokum vil ég tala til starfsmanna VFMA. Nú í kjölfar heimsfaraldurs hefur mætt mikið á ykkur í kennara og starfsmannahópnum. Við það að ná markmiðum okkar með nemendum. 2 ár í óvissu, sóttkví, einangrun höfðu mikil áhrif á allt skólastarfið, en með samstöðu gekk skólastarfið upp. Nú hefur uppbygging nemenda tekið við og vinnan okkar hefur breyst til frambúðar. Þessum verkefnum hafa fylgt áskoranir á mörgum sviðum og ekki síst nýja nálganir gagnvart nemendum og breyttu samfélagi. Að stjórna skóla eins og VFMA er ekkert einnar konu verk. Samheldinn starfsmannahóp þarf líka til og það er þakkavert að vinna með ykkur í VFMA. Ég er afar stolt af ykkur, stolt af mínu samstarfsfólki, fyrir fagmennsku þeirra og umhyggju, fyrir nemendum og þeim gildum sem VFMA stendur fyrir. Kæra þakkir öll fyrir samstarfið á árinu. Ég vona þið öll gleðiríkt og hátíðlegt kvöld framundan. Fyrir hönd starfsfólk VFMA óskaði ykkur gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Til hamingju öll og munum að brosa með hjartanu.